16. mars árið 1945, nokkrum vikum fyrir lok seinni heimsstyrjaldarinnar, varð þýsk borg að nafni Würzburg fyrir sprengjuárás af bandamönnum. Það er að segja Bandaríkjamönnum, Bretum, Frökkum og Rússum. Würzburg er ekki mjög þekkt borg á milli Íslendinga, en hlutverk hennar og sprenging gegna stóru hlutverki í stríðinu. Würzburg er borg staðsett í Frankonia, Bavaríu í suðaustur Þýskalandi, á milli stórborganna Frankfurt og Núremberg. Í seinni heimsstyrjöldinni var Würzburg borg með 108.000 íbúum, stórfengnu kastalverki, mörgum kirkjum og faglegu borgartorpi. En það átti allt eftir að breytast. Aðalmarkmið bandamanna með árásinni var að lama hugrekki og siðferðistrekk Þjóðverja. Þannig þeir ákvaða að nota gríðarlegt magn af Avro Lancaster þungssprengjuflugvélum sem hafa sinn uppruna í Bretlandi og geta valdið miklum skemmdum. Würzburg var stórt skotmark fyrir bandamenn vegna þess að borgin var stór umferðarmiðstöð. Bandamönnum fannst mikilvægt að drepa niður baráttuþrek þýska fólksins til þess að það myndi gefast upp og hörfa. Þannig þeir reyndu að eyðileggja staðsetningar sem voru samfélaginu til góðs, meðal annars umferðarmiðstöðar. Ástæðan af hverju Würzburg var valin umferðarmiðstöð var vegna þveránar Main, sem er lengsta þverá Rínar, eitt af aðal ám Evrópu. Það var létt fyrir Þýskaland að bera auðlindir frá Würzburg til annarra borga með þveránni, því hún rennur í gegnum margar aðrar borgir í Þýskalandi. Þar á meðal Düsseldorf, Köln, Marksburg, Rudensheim, Miltenberg og Nürnberg. Würzburg var valin af RAF, The Royal Air Force Bomber Command, ekki bara vegna þveránar, heldur einnig stöðu þess sem borg með mikið af timbri og miðaldabyggingum. Bandamenn spáðu fyrir því að Würzburg var sérstaklega viðkvæm fyrir eldárásum og að það væru háar líkur að sprengjuárásin myndi enda með miklum logum. Borgir eins og Würzburg eru léttar fyrir sprengjuflugvélarnar að finna og sprengja. Eftir sprenginguna var Würzburg rústir einar. Þann 10. apríl 1945 var tilkynnt að yfir 80% af borginni hafði verið eyðilögð. Breska skýrslan gaf í grein fyrir heildarupphæð af 1207 tonn af sprengjum. Fyrir kraftaverk var Versbach nágrennið og Weissersheim þorpið ekki fyrir skemmdum. Í árásinni voru mikið af heimilum og mikilvægu innviði skemmt. Til þess að draga mátt úr löndum í stríði er algengt að eyðileggja innviði óvinarins. Þetta var viljandi gert af bandamönnum þegar þeir ákvöddu að sprengja mikið magn af sögulega og trúarlega mikilvægum byggingum. 21.062 heimili og 35 kirkjur voru eyðilögð. Meðal þeirra bygginga sem voru eyðilagðar var Dómkirkja Würzburg. Miðbærinn sem hafði verið óbreyttur frá miðöldum brann niður. Auk þess voru hlutir af Residence Würzburg, högl biskupa Würzburg, fyrir skemmdum. Höglinn var með stórt úrval af sölum. Eitt af þeim var speglasalurinn, sem var eyðilagður í sprengingunni. Salurinn var að lokum endurbyggður árið 1979 og þá voru settir upp 600 speglar. Stiginn með frægu freskuna eftir Giovanni Battista Tiepolo komst heill út úr sprengingunni skaðalaus. Ástæða þess var sú að hún hafði einstaklega sterkt þak sem hafði verið byggt á 18. öldinni. Eftir sprengjuárásina höfðu það bil 5.000 manns lést. Af þeim voru 3.000 manns settir í fjöldagröf sem var staðsett í aðalkirkjugarðinum í Würzburg.
Næstu 20 árin fóru í að endurbyggja borgina, þar sem húsnæði var endurbyggt líkt og það var fyrir sprenginguna, en byggingar með sögulegu mikilværi voru byggðar með mikilli nákvæmni. Flestir karlmennirnir í Þýskalandi voru annaðhvort dánir eða í fangelsi, þannig að konurnar þurftu að gera mestu vinnuna. Þær voru kallar á þýsku trümmerfráin, sem með lélegri þýðingu þýðir rústakona. Þær unnu langa vinnudaga að minnstakosti 9 klukkustundir á dag með 30 mínútna matarpásu, með 72 pfennings á tíman, sem var aðeins nóg fyrir leigu, fatnað og mat, sem afar lítið fyrir að þurfa að tína upp 2,7 milljón fermetra af rústum. Þó ríkisstjórnin gaf konunum ekki mikið, sýndi almenningur þeim mikla viðurkenningu, þar sem haldnar voru allt Þýskaland og Austurríki athafnir, sýningar, verðlaunaafhendingar og einnig voru gerð minnismerki fyrir erfiðu verk þeirra. Vinnan þeirra var einnig talin mikilvæg, þar sem hún hafði veruleg áhrif á áhorf kynjahlutverka á vinnumarkaði í Þýskalandi, þar sem konurnar höfðu sýnt að þær gátu unnið sjálfstætt. Í dag Wolfsburg orðin heil á ný, en atburðurinn sem gerðist þann 16. mars mun aldrei gleymast.